Sagan hefur á umliðnum öldum verið saga stéttar baráttu. Frjálsir menn og þrælar, patrisíar og plebeyjar, aðalsmenn og ánauðugir bændur, meistarar og sveinar, í stuttumáli kúarar og kúaðir, hafa alltaf staðið öndverðugir hvor gegn öðrum. Þeir hafa háð óslitna baráttu, ýmist leynt eða ljóst. Endirinn hefur einatt orðið sá að þjóðfélagi hefur orðið umskipað með byltingu eða báðar stéttir liðið undir lok. Þannig hefst þekktasta rit eins áhrifamesta guðleysingja og heimspekings 19. aldar. Höfundur þessara orða útbjó sér nokkurs konar andlegt sniðmót sem hann mældi alla hluti eftir. Eða kannski væri nær lagi að tala hann hafi búið sér til andleg sólgleraugu. Ef maður setur upp bleik sólgleraugu til dæmis, þá verður allur heimurinn bleikur. Maður tekur vel eftir því fyrstu þegar maður setur á sig gleraugun. En síðan venst það og smám saman gleymir maður því að maður hefur skert eigin sjón og fær ekki rétta mynd af umheiminum. Sumir litir síast algjörlega út, þannig að ákveðin atriði geta orðið ósýnileg. Aðrir litir skerðast og breytast, þannig að maður sér áfram ákveðna fjölbreytni í litunum, en maður sér bara ranga liti. Eins það með svona andleg sólgleraugu sem æ fleiri nota, ekki einungis til að skoða sögu mannkyns eins og þessi heimspekingur gerði, heldur einnig til að flokka allar mannverur frá upphafi til enda, annarkvort sem kúara eða sem kúaða. Ef ekki er hægt að sýna fram á að maður hafi kúandi hegðun, þá er það í það minnsta hægt að benda á kerfið sem maður er hluti af. Og það hjálpar manni líka þegar maður vill gefa sjálfum sér góðan dóm, ef maður er meðal hinna svokölluðu kúara og viðsvitandi gerir það sem er rangt, þá er það kerfinu að kenna og ekki manni sjálfum. Reyndar er í æðstu merkingu ekki til rétt eða rangt samkvæmt þessum hugsunarhætti þegar maður er með þessi gleraugu, einungis valdabarátta þessara hópa. Það var varla hægt að ofmeta hversu mikil áhrif þessi andlegu sólgleraugu hafa haft frá því þau komu fyrst á markaðinn. Upphaflega var þeim ætlað að útskýra hagkerfið og hvetja til róttækra breytinga á því. Í dag eru fáir sem að ganga þá leið alla leið til enda, en sólgleraugun eru þó enn í notkun og þá í mun viðtækari skilningi. Við berum öll þessi sólgleraugu sem samfélag og verum vön bleika litnum, svo vön að það er erfitt að hugsa sér heiminn öðruvísi en í þessum litbrigðum. Í öllum samskiptum þurfum við í dag að passa okkur að greina rétt milli kúarans og hins kúaða. Og ef við notum þessi sólgleraugu þegar við lesum Biblíuna, þá er augljóst að það mótar skilningu okkar á henni. Sérstaklega hvaða varðar samskipti kynjanna, samband og hlutverk karla og kvenna, og tókst kannski eftir því þegar við lásum textana í dag. Sumir sjá ekkert annað en kúgun konunnar þegar þeir lesa þessi samskipti í Biblíunni. En þótt við séum alltaf undir áhrifum þess samhengis og samfélags sem við lifum í og getum ekki alveg losa okkur við það, skulum við í dag reyna okkar besta til þess að taka gleraugun fram á nefið og horfa yfir kantinn. Við skulum gera það sérstaklega vegna þess að Biblían er orð Guðs og það skulum við hafa í huga og það er skrifað okkur til góðs en ekki til ills. Í Guðspjalli dagsins heyrðum við að Jesús fór Galileu og hann predikaði í öllum þorpunum þar og öllum bæjunum. Það tekið sérstaklega fram að postularnir 12 voru með Jesú og fylgdu honum alls staðar þar sem hann fór og þar að auki voru 3 konur eða nokkrar konur reyndar sem Jesús hafði læknað og frelsað frá ýmsu sem hrjáði þær. Það er eins og 3 þeirra sem eru nefndar með nafni. Og fyrst er það María Magdalena frá þorpinu Magdala, þaðan kemur nafnið, við vesturströnd Galileuvatns og hún er sagt, gjarnan kölluð það María Magdalena eða María frá Magdala.
Margir hafa heyrt þessa konu, enda kemur hún fram í Nýja testamentinu á meira en einum stað. Það kemur meðal annars fram að hún var til staðar og horfði á þegar Jesús var krossfestur og hún var meðal þeirra fyrstu sem komu til grafarinnar á páskamótni og sáu Jesú upprisinn. Það er sérstakur kafli hana í 20. kafla Jóhannesarguðspjalls. Hún sá Jesú jafnvel á undan postulunum þegar hann var upprisinn, var meðal fyrstu sjónarvottana. Hinar tvær konurnar sem eru nefndar á nafn vitum við reyndar minna Hvergi annars staðar er minnst á þessa Súsönnu og við vitum ekkert frekara hana. Hin þriðja, Jóhanna, hún var samferða Maríu til grafarinnar á páskamótni, þannig að hún var þar líka. Og það minnst á eiginmanninn hennar Kúsa og starf hans við hirð Heródesar, sennilega til þess að sýna það að þessi kona tilheyrði efri samfélagsstétt og hafði sennilega bæði áhrif og fjármuni. Ef við ætlum að lesa þetta með bleiku sólgleraugunum sem skipta heiminum upp í kúaða og kúara, þá þurfum við strax að svara því hvers vegna þessar konur fá minni athygli í Guðspjallinu heldur en postularnir gera, og þá sérstaklega þessi þrír sem fá mest athygli, Pétur, Jakob og Jóhannes. Svarið er þá auðvitað gefið af því að þær eru svo kúaðar. Við spyrjum síðan áfram hver þeirra hefur valdið þeirra á milli. Rétt eins og postularnir gerðu erum við þá farin að takast á það hver þeirra er mest og fremst meðal hinna. Hver þeirra hefur eða allavega ætti að hafa rétt til þess að skipa hinum fyrir. Þegar postularnir ræddu sama efni sín á milli og fóru að metast það hver þeirra væri mestur og bestur, þá ávitaði Jesús þá fyrir það. Hann samþykkti það ekki. Hann sagði, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Og fyrst Jesús ávitaði postuluna fyrir þetta, megum við ekki leggja sömu orð í munn þessara kvenna sem ekki segja neitt í þá átt. Þess í stað skulum við taka eftir því hvað Guðspjall dagsins segir þessar konur. Við lásum það í 3. versi, þar stendur, þar hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Guðspjallið er sem sagt bæði stutt orð og hnitmiðað hvað varðar þjónustu þessara kvenna. Það sýnir það líka að María, Jóhanna og Súsanna höfðu skilið eðli þessara þjónustu betur en postularnir höfðu, allavega enn sem komið var. Það hjálpuðu og þjónuðu Jesú og postulunum með kærleika í verki. Að vera svona fyrirmynd með skilningi sínum orði Jesú er ekki lítils virði. Það er mikill heiður. María, Jóhanna og Súsanna komu sennilega frá mismunandi stéttum. María var sem sagt sennilega frá henni lægstu, en Jóhanna sennilega frá henni hæstu, eða efstu stétt. En engu að síður gengu þar hlið við hlið. Þar hjálpuðu hver annari, þar hjálpuðu Jesú og postulunum með því sem hver þeirra átti. Það virðist ekki að vera nein stéttaskipting milli þeirra. Guðspjallið gerir engri þeirra hærra undir höfði heldur en annari. Allar þrjár höfðu sama markmið og það var sama atriði sem knúði þær áfram. Það var kærleikur til Jesú og kærleikur til náunga þeirra. Þær elskuðu Jesú og því elskuðu þær líka postula hans. Og af þessu getum við öll lært og tekið það til okkar. Konurnar í þessum versum eru okkur fyrirmynd með kærleika sínum og þær tjáðu sinn kærleika með því þess sem þær höfðu vald yfir. Þær fylgdu Jesú og postulunum og þær studdu þá með fjármunum sínum. En voru þessar konur í raun og veru kúaðar og lítils virtar fyrir það að vera konur? Það er auðvitað rétt að kúun hefur átt sér stað og fyrirlitning alveg frá upphafi syndarinnar. Frá fyrstu síðum Biblíunnar er það til. Svo hætta virðist jafnvel koma fram í dómsorðum Guðs yfir Evu og ekki vantar dæmin menn sem hafa sýnt vald sitt með því að níðast bæði á eigin fjölskyldu, á konu sinni og á öðrum sem þeir hafa náð valdi yfir. Biblían talar endurtekið gegn þeim sem að níðast á og kúa fátæka, veikburða, föðurlausa, ekkjur og útlendinga.
Það augljóst út frá ritningunum að slík valdabeiting röng hvort sem hún á sér stað í eigin fjölskyldu eða annar staðar. Sumir kristnir eiginmenn hafa meira sér miskilið hvað Páll á við þegar hann segir að hann eigi að vera höfuð konunnar og höfuð fjölskyldunar. Þótt svo að því fylgi ákveðin ábyrgð þá þýðir ekki fyrst og fremst að hann sé valdhafi. Heldur að hann eigi að elska konu sína og börn og standa í fremstu víglínu til að vernda þau. Þau eiginmenn eiga að fórna sjálfum sér í þjónustu við konu og börn. Þetta kemur mjög skýrt fram í útskýringu Páls í 5. kafla Efesusbréfsins. Eiginmenn eiga að elska konu sína eins og Kristur elskaði kirkjuna og gaf sjálfan sig í sölunar fyrir hana. Fyrirmynd þeirra sem eiginmynd á að vera Kristur og hans þjónusta við kirkjuna. Að sjálfsögðu fylgir því einhver verkaskipting og hún á bæði við í fjölskyldunni og í kirkjunni. En verkaskiptingin fjallar hvorki andvirði einstaklingsins né nokkra valdabeitingu. Hún fjallar þjónustu við náunga sinn, að gefa sjálfan sig, að fórna sjálfum sér. Þegar Jesús kallaði 12 karlmenn til að vera apóstolar sínir, var það ekki til þess að gera það á einhverjum stjörnum og valdamönnum, heldur til þess að gera það á þjónum fyrir kirkjuna. Til þess kallaði hann þá, til þess að þjóna. Og Jesús vildi sjálfur þjóna kirkjunni gegnum þjónustu þeirra. Jafnvel var það þannig að flestir þeirra, allir nema einn, gáfu líf sitt í þeirri þjónustu. Ef tökum annað dæmi, hugsaðir foreldra sem að gefa syni sínum 5.000 krónur til þess að kaupa afmælisgjöf handa systur sinni. Kannski hefur þú verið í þeirri stöðu, sjálfur eða sjálf. Ætlan foreldrana ekki að sá sem fær þessar 5.000 krónur geti nýtt peningana eins og honum sýnist, heldur að hann þjóni systur sinni með þessum peningum. Kærleikur foreldrana til dóttur sinnar á að tjást gegnum gjöf sonarins sem þau borga fyrir. Það hefði kannski verið mun auðveldur að taka peningana og setja á því umslag og gefa dótturinni í afmælisgjöf, en það ekki það sem þau vilja. Heldur vilja þau að sonur þeirra noti peningana til þess að móta gjöfina. Til þess eru peningarnir gefnir í þessu tilviki. Það eins þegar Jesús kallar okkur til þjónustu við náunga okkar. Hann kallaði apóstolana til ákveðins hlutverks og konurnar sem fylgdu honum til annars hlutverks. En öll unnu þau á sama markmiði. Öll þjónuðu þau hvert öðru í kærleika. Þannig voru þau öll jöfn. Þau voru jöfn í því að þau fengið gjöf frá Kristi til þess að þjóna öðrum. Og þannig eigum við að hugsa öll þau hlutverk og allar þær gjafir sem að Guð gefur hverju og einu okkar. Þau eru til þess að þjóna náunganum. Að lokum vil ég bæta þessu við. Eins og flest ykkar vitið, þá þessi söfnuður hluti af kirkju sem einungis kallar fáeina karlmenn til preststarfa. Við fylgjum þar með hefðbundnum skilningi kirkjunar á kyni og embætti. Guð skapaði okkur til karls og konu og hefur sem sagt gefið okkur mismunandi hlutverk, bæði líffræðilega og í ýmsum hlutverkum, bæði í fjölskyldunni og í kirkjunni. Nýja testamentið mjög skýrt varðandi þær kröfur sem eru gerðar til þess sem á kalla til press og þar einungis gert ráð fyrir karlmönnum, þótt það sé langt frá eina krafan. Hún bara meðal þeirra. Í raun og veru þetta ekkert flóknara en við hlýðum því sem að Nýja testamentið kennir kirkjunni. Þar að auki sjáum við að Guð hefur skapað röð og reglu á jörðinni sem að endurspeglar eilífu fyrirkomulagi Guðs. Karlmenn og konur endurspegla gegnum hlutverk sín, einkum eilífum kærleika Guðs til síns líðs. Þetta á ekki bara við í hjónabandinu, heldur einnig í samfélaginu og sérstaklega í söfnuðinum. Einmitt þess vegna það svo ömurlegt þegar menn syndga gegn því hlutverki sem Guð hefur gefið og nýta það sér sjálfum til gagns eða til kúgunar. Í Guðspjalli þessa drottins dags heyrðum við 3 konur sem þjónuðu Jesú og apostolum hans með því að nýta eignir sínar til
til þess að hjálpa þeim. Þannig kom kærleikur þeirra til Jesú fram í verki sem og kærleikur þeirra til náungans, það er að segja til postulana hans. Guð hefur gefið hverju og einu okkar, bæði náunga sem við eigum að elska, sem og tækifæri til þess að afneita sjálfum okkur í þjónustu við þann náunga. Hann hefur gefið okkur ýmsar gjafir sem við eigum að nýta í þeirri þjónustu. Konurnar í Guðspjallinu og kærleikur þeirra er fyrirmynd til okkar allra, bæði til karlmannana og kvennana. En jafnvel framar því að vera fyrirmynd, þá er kærleikur þeirra endurspeglun og vitnisburður kærleika Jesú Krists til okkar allra. Hann sem er æðstur allra kom til jarðar, einmitt til þess að láta kærleika sinn koma fram í verki. Hans verk var að leggja líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Hans verk var að deyja fyrir syndir okkar og rísa að nýju á 3. degi. Við elskum vegna þess að hann elskaði oss að fyrra bragði. Dýrð sé Guði Föður, Syni og Heilögum Anda, sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Amen.